Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, komið sæl og velkomin að Rauða borðinu. Ég heiti María Lilja og hingað eru komin til þess að ræða málefni Bjargs meðal annars og svo geðheilbrigðismálin kannski svona í framhjálpi, það er eiginlega ekki hægt að kalla það framhjálp. Það er Grímur Atlason, formaður Geðhjálpar og Sigþóra Bergsdóttir, bæjarfulltrúi á Seltjarnarnesi og varðengmaður, Sæfylkingar. Verið velkomin. Takk. Framkvæmdastjóri Geðhjálpar. Framkvæmdastjóri. Svafaði sko formaður. Einmitt, þetta ruglar mig alltaf, þetta formaður framkvæmdastjóri. Sko. Ég er ráðinn, hún er kosin. Sko. Já, einmitt. Hún hefur powerið, ég er bara, stjórnin hefur powerið og ég framkvæmi vilja stjórnar. Akkurat. Herðu, það er Bjarg, við sögðum aðeins frá Bjargi í sumar, í svona aukafréttum sem við höfðum í júlí. Ég fór sjálf og vann næturvægt á Bjargi og það var svona ýmislegt, ég ætla að segja, ekki kannski bara við glöggt gestsauga, þetta er svolítið þannig. Þetta er heimili sem hefur verið þannig 20 ára og þarna búa menn með geðrænan vanda, alls konar menn og ósköp ljúfir og fínir menn, en þeir eru svona einhvern veginn virðast hafa kannski svolítið gleymst í kerfinu sem er vanin og venjan allt og oft þegar kemur að þessum málum. Nýjustu fregnir herma að nú sé allt komið fullt að loka Bjargi. En getur þú sagt mér, Sigþóra, hvar þetta stendur svona hjá ykkur og hvernig þetta horfum við ykkur? Þetta er auðvitað ríkið en ekki bærin, en þetta er auðvitað í bænum. Já, sko Bjarg er auðvitað búið að vera þarna núna í upp undir 40 ár og var rekið, þetta auðvitað kemur til af svona gamaldags, svona gamalt tími sem að hefur einhvern veginn, við höfum ekki undið almennilega ofan af. Að þetta var svona þetta var deild frá Kleppi, gamla Kleppi, þegar fólk bjó á Kleppi. Svo þetta býr fólk ekki lengur í heilbrigðisþjónustu með þessum hætti lengur. Þannig og Hjálpræðisherinn rak þetta bara í 20 ára og voru margir sem þarna bjuggu. Þetta var vist upp undir 14 mann sem voru þarna á einhvern tímapunkti, þannig að þetta var mikið nýtt og þetta var sem sagt þá á vegum ríkisins sem geðheilbrigðisúrræði. Það sem gerir svo er þetta að mönnum fækkar og fólki fækkar sem þarna búa og árið 2020 það var 2018 19 þau taka við sem að sem sagt í raun og veru Hjálpræðisherinn, þá rennur út þessi samningu Hjálpræðisherins við ríkið að reka þessa þjónustu og Hjálpræðisherinn vildi draga sig út og þá var fundin einhver millibilslaust sem að var aldrei rétt lausn. Bærinn í raun og veru héldi fram að þetta verið heilbrigðisþjónusta og vildi ekki taka yfir og svo framvegis, þannig að þetta var fundin laust, þannig að félagsmálaráðuneytið tók yfir og það var semst húsið var selt, húsið var svo leigt aftur af félagsmálaráðuneytinu og fenginn inn aðilar þetta fyrirtæki sem kallast Mannvirðing sem til að reka heimilið. Og hugmyndin var í raun og veru svo að þetta væri eitthvað svona sólarlags ákvæði, þannig að menn myndi búa þarna, þeir væri orðnir eldri og vildu búa þarna áfram og svo framvegis. Það sem gerist þetta samt er að þar með gleymast þeir bara og þjónusta til dæmis bæjarins hefur ekki verið mikil við þennan hóp í gegnum tíðina og menn bara eru þarna til mikils friðs og ég meina það hefur gengið mjög vel og þessir menn sem þarna búa eru bara mjög svona hæglátir og fer lítið fyrir þeim, þannig að einhvern veginn verður ekkert af því að það sé verið einhvern veginn að vinna áfram í málinu. En núna er þessi samningur að renna út, þessi leigusamningur ríkisins við eiganda húsins og við Mannvirðingu áramót. Og þá mun bara verða að finna og það verður fundin laust fyrir þessa íbúa Seltjarnarnes á Seltjarnarnesi vonandi eða hvar sem þeir kjósa þetta að búa en það er verið að vinna í því á fullu veit ég og bærinn er loksins farin að taka kannski aðeins þátt í því. Þannig að ég hafa góða fréttir af Bjargi. Já, vonandi og ég meina húsið eru þetta risastórt, það eru gamalt, það þarf viðhald, þú veist og er ekki kannski góður eitthvað svona ákjósanlegur hús eða heimili fólks eins og staðan er núna, þannig að það er og þetta herbergja fyrirkomulag er svona, þykir svolítið gamaldags og þetta er ekki svona sjálfstæður búsetu
kostur svona sem að ýtir undir virkni í samfélaginu og annað en það var hérna annað í þessu öllu saman en það var maður í öryggisvistun. Það auðvitað allt annað mál. Það fangelsismál og hefði því í sjálfu sér aldrei þurft að falla þarna undir. Bæjarvöld svona settu spurningamerki við þetta einmitt eftir fréttirnar að þarna væri öryggisvistaður einstaklingur þar sem þau hefðu hreinlega ekki hugmynd það. En var það hver tók ákvörðun þetta? Það ríkið eða? Þetta ég veit að þetta kemur til vegna þess að það ástand sem skapast í Grindavík. Það einstaklingur sem býr þar og ég meina þá verið að leysa það mál og það þurfti að flytja og það var gripið til þessa úrræðis. Þetta unni neyð en þetta kannski lýsir því að við höfum, það búið að vera neyð lengi þar í þessum vistunumálum manna sem ýmist að klára til dæmis einhverja meðferð og réttageðdeild eða koma úr fangelsum eða annað, við nú heyrt málefni þeirra lengi og það má svo sem segja að það er rauninni eini hlutunum sem í fjármálaáætlun ríkisins núna til næstu 4 ára. Þar er talað öryggisvistunina og það er núna að koma frumvarp núna í haustum öryggisvistun. Það sem að á að taka á þessu. Það bara þessi endi auðvitað þessum geðheilbrigðismálum sem mjög kannski, má segja, þungur og alvarlegur. Þess vegna fer hann inn sem að sjálfsögðu átti ekki að gerast. Við getum bara fyrir sagt að þetta ekkit staður fyrir hann. Þetta heldur ekkit staður fyrir þá sem að hann átti að koma það inn eða skilurðu. Ég hef svona gagvart þeim sem þarna búa. Það eru þetta skrítið bara að fá mann í átmununin á heimilið. En málið líka svo þetta svo sorglegt að því að þarna fyrir við að tala einhvern og það svo margir sem að tengja strax við hverju þetta og svona og þá það svo að því að hann auðvitað líka rétt á því einhvern veginn að kerfið svona hann fær ákveðna dómur eða það dæmt svona og þá á hann að fá þjónustu eða meðferð við hæfi og það það sem að kannski kemur í ljós og við vissum svo sem að það búið að vera ansi mikið brotalöm þar og það kannski það sem í þessu, það þessi brotalöm eins og Sigurður var að segja var með hvernig við gleymum og það þessi hópur gleymist fljótt af því að hann svona hópur sem fæstir vilja tala mikið það þetta auðveldar að tala svona eitthvað annað í geðheilbrigðismálum, eitthvað svona kannski geðheilbrigðismálum barna og svona sem þetta í rosalega mikilvæg og ég ætla ekki að segja þau mjög mikilvæg og það þau sem að við eigum, þar getum við gert svo margt, þar getum við komið í veg fyrir svo margt og svo mikilvægt að þessi úrræði sem þar, en við gleymum oft þessum hópi og það talar, aðstandendur, þeir svona bara meðan allt, ég heyri ekki neitt, þá allt gott og það við með úrræði út Fellsendi og við með fólk sem á Klausturhólum og alls konar stöðum sem að þið bara kannski hafa aldrei heyrt sko. En þarna við fólk vistað í langan tíma og mjög lítið eftirlit með því og ég ekki að segja að það sé endilega að það getur verið bara mjög gott, skiljið, það getur og ég þekki nú einstakling sem ég heimsótti talsett á svona stað og það var allt yndislegt, góðu matur og eitthvað svona en samt skilur þetta samt þessi, það ekki endilega að þú veljir að vera þar en þú líka langt í burtu frá heimiliðinu og það þetta sem við þurfum að taka fram og bara viðurkenna og við ræddum þetta það var gerð ég nú minnst á það áður það var átt að setja á laggirnar rannsóknarnefnd á vegum velferðarnefndar Alþingis velferðarnefnd Alþingis var falið að forsætisráðherra að setja á eftir að vinnuhópur hafði skilað skýrslu og það rúm 3 ár síðan og ekkert hefur gerst í því og það sá hópur átt einmitt að skoða Bjarg var það undir, það var farið og litið og það var vitað að það væri mál sem þyrfti að opna því menn væru jafnvel að deyja eins og við þekkjum og það væri löng saga sem við þurftum að horfa á og svo nútíma núna bara bregðast við þannig að við vissum að því að þetta eftir 10 ár, 20 ár það verum alltaf að skoða fortíðina við viljum einhvern veginn skoða nútíðina líka hvað að gerast núna breytum því til þess að við getum svona sleppt því að vera með þessar rannsóknarnefndir eftir 20 ár, aftur og aftur og aftur. Það þessi svona, það sem að kannski ég velti fyrir mér þessu, eru þessar útvistanir, ríkis og sveitafélaga
á heilbrigðisþjónustu og opinberri þjónustu eins og fangelsismálum. Mér þykir það persónulega að þarna komið það mjög skýrt í ljós að þetta hendar ekki, einfallega vegna þess að það ekkert eftirlitið eða aðhald, eða það ekki rétt hjá mér? Sko það hefur auðvitað í gegnum söguna verið þannig að þeir hópar í okkar samfélagi sem að fólk svona finnst vera erfiðastir, ég meina það rosa gott að tala en sem eru vesen, eða virkilega, eða eru erfiðir, að þá ákveðin, þá verða allir voðalega fegnir ef eitthvað til í að taka það, skilur og það hefur alveg oft, það eru margar sögur það, ég meina við höfum margar sögur af áfangaheimilum fólks í fíknisjúkdómum og annað slíkt sem hefur bara farið mjög illa vegna þess að þarna hafa komið til aðilar sem hafa bara ekki haft forsendur eða getur til þess að sinna þessu almennilega en verið til í að einhvern veginn. Já, þannig að þetta hefur verið svolítið frjálslegt, getum við sagt oft í nafni trúar eða eitthvað svona skilur sem eitthvað svona sem fer að stað, þannig að auðvitað gríðarlega mikilvægt að við séum að við tökum að ríkið og þeir sem reka þessa þjónustu og við sem berum ábyrgð í stjórnmálum tökum ábyrgð á þessum málum og ákveðum það vegna þess að það bara, já það svo þægilegt að bara þetta sópa þessu þarna og það eitthvað annað fólk sem sér þetta, þú veist, það bara virkar ekki og hefur aldrei virkað og mikilvægt að þarna komi inn mjög bæði sterkt eftirlit en líka bara meiri ábyrgð og meiri þjónusta sem ríkið er að reka að ríkið sjáu þessa svona stærstu og þyngstu þetta eru örfáar hræður og við erum að tala þetta eru svo fáir aðilar og þannig að mér finnst að við þurfum að vera umtalsvert virkari í því en á móti kemur þá hafa þetta ég meina ég þetta sjálf stofnaði félagasamtök og þjónustu skilur og annað þannig að ég hef kannski svolítið líka farið þarna hinum megin og sé hvernig eftirlitið að það ég var alltaf öskrandi eftir meiri eftirliti með bara sjálfur mér fannst það ekki vera eins mikið og ætti að vera og ég er að vona að að eftirlitsstofnun með velferðarmálum, hvað heitir það Gæðaeftirlitsstofnun, GEF, já að þau komist almennilega stað og ég verð nú í velferðarnefnd Alþingis næstu mánuði þannig að ég ætla nú bara að reyna að íta eftir því. Þú færð að við ljúkum alltaf, Geðhjálp líkur öllum heimsóknum sínum með því að minna á þetta sem að velferðarnefndin átt að gera. Við erum búin að hitta alla formið velferðarnefndar og alltaf verið þeir að fara að gera eitthvað, þetta flókið. En ég ætla líka að taka undir, það er auðvitað mikilvægt þegar svona þessi kyndlar kvikna. Það eru kyndlar sem gera góða hluti. Í gegnum tíðina hefur S.A.A. gert mjög gott. Þú veist, það má gagnrýna og ég hef gagnrýnt S.A.A. í gegnum tíðina mjög hart og allt það. En hins vegar þá má segja að það er svona mestuleiti gott, eða svona það hefur verið gott. Krýsuvík núna, mjög gott. Bergið er dæmi skilurðu svona góðan kyndil sem kviknar og sorgarmiðstöð og svo margir þetta Geðhjálp og Píeta og þú veist og hugarafl og fleiri, það er mjög margt sem hefur gerst svona en það er síðan, svo erum við líka að fá ég meina það var skrifuð fyrir ári, var skrifuð skýrsla umboðsmaður tók út 2 heimili þar sem að börn eru vistuð í langan tíma og þar eru við líka því að sveitarfélögin virðast ekki ráða við verkefni þannig að þau kaupa sér frá því og það kemur ekki, skýrslan er ekki góð hún er mjög dökk og þetta eru börn við erum að tala um börnin okkar og það er bara margar ábendingar og maður spyr sig, hvað er búið að gerast? Er búið að gera eitthvað? Er eitthvað viðbragð? Það er ekkert viðbragð og svo, þú veist að því við munum þetta komið þessar skýrslur og svo í kjölfari komu stuðlar og það allt saman og skelfingin sem gerðist þarna í síðasta haust við höfum ekkert, það var ekkert svona viðbragð eins og ég myndi telja ætti að vera þegar við fáum svona fréttir af þessu, það er svo margt sem var bent á sem var ekki í lagi og þarna voru börn, svo fá við, veist, og ég er ekkert að gera eins og ég segi, þarna nú erum við konið þetta er önnur svona, og það var líka úttekt í sumar aftur, var að tala um dökk skýrsla börn og hvernig þau stæðu og það er eitthvað sem við þurfum að gera betur og bregðast bara við almennilega og átt okkur á því að málaflokkurinn
Þetta eru ekki allt peningar, það er ekki alveg þannig, það er líka gæði sem að koma annar staðar frá, hins vegar að þá er alveg ljóst, það hefur verið skortur á fjármagni í geðheilbrigðismál á Íslandi samanborið við Norðurlöndin í langan tíma og þá þetta hallar á, það er eitthvað sem að vantar og eitthvað sem við þurfum að laga. En það sem ég var að vona, það er geðráð og fleira, að við myndum svona kortleggja þetta almennlega og það er náttúrulega aðgerðaáætlun í geðheilbrigðismálum sem er í gangi, en hún er bara ekki fjármögnuð nema 10%. Hún er líka rosalega hátt uppi líka. Já, en hún er samt sem á, það eru aðgerðir sem eru, það er nokkra aðgerðir og ég held að við séum alveg sammála kannski það að þetta eru fína aðgerðir, en gerum þá allan eitthvað af því, en þetta sem að, og ég er alveg sammála, við þurfum að gera þetta hérna, sko makró, mikró þarf að vera í lagi og það er ekki í lagi og við vitum það bæði, við þekkjum bæði eins og þetta með þessar staði þar sem börn eru vistuð. Þetta er bara ekki gott og það er ekki góð niðurstaða og það er að koma, þetta eru slæm mál. Þetta eru sveitafélögin sem að hafa þessar... Já, þetta eru skyldur sveitafélagana, þau eiga að vera með, þau eiga að sinna. Þetta fellir undir félagsþjónustu þá. Það sem er að vonast til og það er auðvitað hitt, ég stundur líður mér eins og ég búi í 100 milljóna landi, af því það er alltaf eins og við séum með svo mörg mál í gangi, það er auðvitað rosalega stórt skref að ríki tók yfir málefni barna með í erfiðri barnana sem eru með flóknasta vandan af því þar hefur við verið með eitthvað svona rosalags og ég hef aldrei skilið þessa crossover milli barn með fötlun eða með geðvanda meina, ef þú þarft hjálp þá þarftu bara að veita þessa hjálp skilurðu og þarft bara að finna leiðina og þarft að eiga úrræðin til þess og komið til móts við fólk og fjölskyldur sem standa í því að eitthvað er ekki að virka eins og það á að virka og ég held að við séum búin að skilgræna okkur allt og langt í þessum málum. Við erum alltaf við eigum bara að horfa á fólk og horfa í augun á fólki og bara koma til móts við fólk. Eitt gluggi bara sem þú kemur og heima hérna og þá færðu þessa þjónustu, ekki vera að því sveitafélögin hlaupa frá þessu og ríki hlaupa frá þessu. Já og ég meina bara við erum með 3 menn sem búa á Bjargi og ég var að tala við félagsrákjan sem er, eða semst þjónustæðlan sem er hjá bænum, og hún bara búin að setjast niður, tala við fjölskyldunar og bara segja, nú bara horfum við á hvern og einn og hvað þarf hver, skilur, og hvernig getum við komið til móts við það og hvernig getum við unni með það. Maður hugsa, þetta er svo auðvelt áýrur og verður bara við, það blasar eiginlega við. Þetta var flókið því að þetta var búið að vera svo lengi, að þau eru búin að vera á svona stað svo lengi og það var erfitt í rauninni að breyta. Það var bara það. Já, maður skilur það mjög vel. En það er grunnurinn og það er það sem var svo sárt. Af því að þessi menn voru miklu, þeir voru þeir áttu svo miklu meiri þetta líf sem að við hefðu geta átt en við tókum eiginlega frá þeim. Það er það sem við gerðum. Af því að við vorum með kerfi sem að við lokuðum þetta ekki Kleppi fyrir 2011. En ég menna en varðandi þessi við þurfum auðvitað bara að ég held að við eigum algjörlega að vera með fá margskonar úrræði og ég menna ég er alveg á því að aðilar, ég reyndar eiginlega svolítið kommunísk þegar kemur á því að mér finnst þetta ekki að vera úrræði sem að fólk getur tekið út hagnað. Mér finnst þetta að vera óhagnaðardrifin úrræði, það er bara mín grunn sín á það, skilur við. Þannig að allt fari inn í þjónustuna, allt fjármunir sem kom inn fari inn í þá þjónustu sem þú ert að veita og geti þá byggt upp þá þjónustu. Þetta er skoðað til þessi í Hollandi, þá er þetta búið að vera í rauninni svona prívat það hefur alltaf verið bara óhagnaðardrifin einingar sem eru yfirleitt eitthvað skonar koma, öll félagsþjónustu og meira minna er rekin þar í gegnum svona systemi, þetta er rauninni þú opinbera, en það er ekki, þú getur ekki tekið út neitt hagnað, en þetta er á allt öru plani, þú ert bara með... En þá ertu bara með fólk af hugsjón í... Já, svo er bara orðin organisation, þú færð alveg laun. En þú færð launin þín. Þú færð bara fín laun og þú bara, skilur mér finnst það er ekki að því að fólk bara fá bara samkemsæf laun og það bara er að sinna þessu. Ég held að þessi verra að þú ert alveg í sveltinu vegna þess að þá færðu líka meiri, hugsuninnar geta líka stundum, já, þetta getur það... Að því fólk brennur út í því,
ekki að byggja kerfið á Flórens var ágætt, en aftur úr Flórens það verður svo mikið meðvirknútt og erfitt, sko. En ég held samt smáður að það verður, sko, styrkurinn verður að vera samt í þessu ríkisrekna, sko, og grunnurinn, og ég menna þú ert að tala öryggisvistun til dæmis. Þú veist, ég sé ekki það vissi. Já, sko, mér langar að ræða öryggisvistunina af því að nú ég bara svona leikmaður og það sem að ég á svo rosalega erfitt með að skilja sko, hvers vegna öryggisvistun og sko, geðheilbrigðismál, af hverju þau eru sett svona inn í, eða þú veist, af hverju þetta það sama eiginlega, eða svona já, svona, þetta eru það eru þetta menn sem að gera alls konar hluti en þeir eru kannski ekkert endilega með klíniskan geðrænan vanda, þeir þurfi ekki að vera á spítala en svo eru þetta til þannig einstaklingar líka, eða þú veist þetta verður ekki að meta þetta bara svona. Jú, við erum hins vegar búin að vera, sko, við erum auðvitað, það sem að kannski þetta er svona margþætt, en einn ángi að þessu að við erum búin að tengja mjög mikið geð við ákveðna verknaði einhvern veginn og það er hins vegar svo hættulegt að því að þú getur líka alveg sagt, sko, bláir sokkar og verknaður að því að það er mjög erfitt að tengja, sko, mjög mikið af því sem er tengt, það er bara ekki rétt það er líka svo erfitt að segja hvað kom undan, þú ert jaðarsettur einstaklingur, þið er ítt út í horn þú ert lagður í einelti, þú ert, skilur, það er ekkert með þér einhvern veginn, það er alltaf mótið þér og viðbragðið á endanum, hvað er það? Er það geðvandiðinn? Þú veist, hvað kom fyrst? Er það geðvandiðinn eða er það bara hreinlega, þú veist, jaðarsetningin sem að setti í þessa stöðu? Þetta er auðvitað ekki, við auðvitað vitum það ekki almennilega. Hins vegar erum mjög gjörn að segja, hann er með geðrænan vanda og þess, og þess í tengslum við eitthvað. En þegar í öllum hinum, þetta er kannski 100 atriði sem gerast og svo er einn þetta með geðrænan vanda, þá tilgrinnum við það alltaf. En við segjum ekki, hann Siggi, mammans barðan alltaf þegar hann var barn og eitthvað. Þú veist, það er alltaf, það er bara... En það er þetta, sko, það er manneskja sem að brýtur af sér og einmitt, þess að þú ert að segja, þegar manneskja brýtur af sér á hryllilegan hátt, þá reynum við einhvern veginn alltaf að bara svona eiginlega að eignin eða hún sé nú örugglega geðveik eða með geðrænan vanda. Við erum að reyna að skilja, við auðvitað er þetta, þú veist, maður vil skilja hluti en við vitum samt alveg betur og við vitum að það er ekkert ef þú ert með geðrænan vanda þá er ekkert eitthvað meiri líkur á því en minni að þú það er meiri líkur að 10 sinni meiri líkur að þú verði fyrir ofbeldi heldur en þú beitur, það er mesta líkur að þú verði fyrir ofbeldi út með geðrænan vanda fyrir 10 sem eru líklegir að verða fyrir ofbeldi heldur en hini sem ekki er með geðrænan vanda. Hins vegar með þetta, það er ákveðin geðmeðferð sem að virkar. Þó við segjum hérna kannski, hjá Geðhjálpum tala mikið fyrir því að við myndum aðeins breyta hugmyndafræði geðmeðferða, marga, þú veist, fjölbreyttari vinnum öðruvísi með raddir og annað sem er ekki gert hérna. Sem við teljum að væri mikið framfara skref og myndi hjálpa mjög mörgum að það er, þegar þú ert sagt, já, þessi einstaklingur, það er alveg ljóst að hann ætti ekki að vera á hérna í fangelsi og þá er spurningi hvað hann þá að vera, hann er metinn eitthvað, skiluru, og það er það sem er, svo spurningi hvað tekur við. Vandinn er að það hefur, við hefum verið með þannig kerfi að fólk sem er fremur alvarlega glæpi og er ekki sakhæft og fer síðan í eitthvað inn og rétta geðdeild, það er þannig núna yfirleitt, og síðan í kjölfarið eitthvað annað og annað, það er bara verið svo mikið gap á milli, þú veist, hérna ertu komin, svo er það búsetta næst og þá vantar svona millibúsettuna og millibúsettuna og síðan kemst í kannski það sem þú ferð oft beint í hér á Íslandi og vandinn er að þegar þú fer beint í það að þá ertu góðin í vanda og ertu ferða kannski í neystlaftur eða eitthvað slíkt af því að það er ekki þetta og það er sem er svo alvarlegt sko. En þarf þá ekki bara að hreinlega endurmennta bara allt dóms- og fangelsiskerfi og bara endur skipuleggja það ekki, því að það eru þetta alls konar mismunandi forsendur fyrir því að fólk brýtur af sér, hvort sem að það eru fíknihegðun eða einhver önnur áhættu hegðun vegna einhvers annars, þetta er alltaf félagslegu vandi en ekki alltaf klínísk geðræn þannig. Þetta er kannski félagslega vandi með fórnarlampi. Já. Skilur við? Já, það gerir það margfalt flóknara. En þess vegna segi þannig að þegar einhver er dæmdur í öryggisvistun og það hefur ýmislegt breyst núna bara á örfáum árum, þetta er svona aðeins að opnast, það eru fleiri opnar úrræði og við erum svona aðeins farin að skoða þeim að það sé kannski ekki alveg
best í heimi að bara læsa hurðinu og henda lyklinu að vinna með fólk en maður veltir samt fyrir sér að því að við vitum svo mikið og við erum komið svo langt sko annars vegar bara eins og í félagslega kerfinu og heilbrigðiskerfinu að það svo mikil þekking þar og þarf ekki einhvern veginn að, ég veit ekki alveg hvað ég það eru þess sem betur fyrir, það mjög margt gott sem í gangi og til þess að vera nú líka á góðunótum, ég meina eins og við vorum með ráðstefnum daginn og Afstafa líka með ráðstefnu, þar sem við vorum að fá, þú veist, Fritzi Horsmann kom hún gerði stóra tilraunin í fangelsi með Compassion hringnum sínum, svona samhygða hring og svona tráma pælingar, þetta komið þú veist, svona félagskapir svo Afstæðar gera mjög margt inn í fangelsum það að opnast þessi umræða með hvað kom fyrir þig og það verið að vinna miklu meira, við erum svo hinum endanum erum við komin með lágþröskulda úrræðin fyrir krakkana til mig sem svo í Berginu, Píeta-samtökin og síðan mjög margt unghugar og fleiri, það sem verið að reyna að vinna með fólk og við skiljum fólk öðru vísi. Það meira eins og þú ert að lýsa, það orðið miklu almennara. Ég vil frá að greina persónur heldur. Já, það gríðarlega bara á þessum árum, sko, þegar ég var að byrja að skoða þetta og fara og mæta, og þú veist, þessi kannski 10 ára, ég get sagt svo, þá hefur mjög margt breyst og mjög, af því ég auðvitað fór inn í þetta út frá tráma hugsuninni. Og út frá því að við þyrftum einhvern veginn að mæta fólki, þú veist, í sínu að það hefur bara það að fara að tala trauma-based eða þú veist, að slíka nálgun, við gerum það í Berginu, við sögum þetta trauma-based þjónusta frá upphafi sem var alveg eitthvað svona og við erum eina headspaceið í heiminum, þú veist, við erum með headspace út allan heim sem trauma-based og þau eru farin að hringja okkur og segja, heyrðu, getið þið komið til okkar og sagt okkur hvernig þið vinnið út frá þessu með krökkunum. Að því að við erum auðvitað alltaf bara að hugsa þú veist, er þetta þunglyndi, er þetta kvíði, er þetta, þú veist, og svo einhver tauga, sjúkdómar, eða þú veist, ADHD eða annað slíkt, einhverfa eða eitthvað slíkt, en að fara að horfa á fólk bara og byggja fyrst út frá því hvað kom fyrir þig, þú veist, hvað búið að vera í gangi í þínu lífi í staðan fyrir, þú veist, hvað að þér, auðvitað gríðarlega stór breyting og ég finn að hún að breytast og ég finn að það ákveðin. Það eru kynslóðskiptin eins og inn í geðsviði Landspítalans, þú veist, það að koma inn nýra fólk, þú veist, það að koma inn breytingar í því hvernig horftir á málin. Þannig að, og mér finnast til dæmis, þú veist, og ég með svona nokkur dæmi það, ég menn eins og hvað heitir teimið með, nú man ég ekki hvað teimið heitir, það eitt teimi sem mjög mikið með, sem sagt, fólk með persónuleika sem er persónuleika vanda, að þar eru þau búin að vera að breyta mjög mikið. Hvað heitir það? Ég veit ekki, man ekki, en allavega svona, þetta er alveg rétt hjá þér. Þú veist, það eru til dæmis geðhjúkrunarfræðingar sem eru komnir, þú veist, og það verið að nota mjög mikið þetta trauma-based view og þau eru öll búin að fara námskeið á Gabamati, þannig að ég held þetta sé að byrja að koma í gang. Það er líka þessi notenda vinkill, að notendur komnir inn, það byrja að ráða og þú veist alveg, þú veist, eins og kannski, þú byggir þína starfsemi á notendareynslu, þú sem aðstandandi og þú veist, og við í geðhjálp erum, þú veist, það er stjórnin meira menn, damteimið, já, díalekt sem sko, þú veist, þetta er sko það sem að vantar hins vegar, hún góð, en hún ekki góð fyrir alla. Það sem vandinn og við erum svolítið, við vorum með ham dálítið lengi, sem góð fyrir mjög marga, þú veist, og svo dam góð fyrir mjög marga. Svo þurfum við að fara yfir í það er svo margt sem að á þessu hlaðborðu sem við getum ekki, en við erum líka fá, það er erfitt að við getum ekki bara gert það því að það er ekki það margir heldur sem búa hérna sem að eru með eitthvað sem að þarf að hjálpa með en þessi nálgun sem að þetta er lykil nálgunin, þú veist að farin í þetta út frá svona human þáttum, þú veist að þú ert að koma einhver stað frá og við þurfum að skoða það og tengja það við og skilja þig og átt okkur á þessu í staðin fyrir að vera alltaf bara að taka þessi einkenni sem ég er að sýna hérna að því að á ákveðnum tímum þá sýnum öll ákveðin einkenni þegar við verðum fyrir stórkostlegum áföllum að þá koma ákveðin einkenni og það er þetta, ef við bara hortum í þessari stöðu að þá er bara þetta einkenni getur verið mjög, þú ert þunglindur eða þú ert með geðhvörf eða þú sefur ekkert og ert farin að vera koni geðrof, þá ertu með geðrofsjúkdóm en það er ekki endilega. En það sem að auðvitað hefur gerst líka og það sem að í þessari sveltistefnu og þetta með, þú veist, sveitafélagin tók eitthvað yfir, tók mál með fatlara og þú veist, eitthvað svona skilurðu
og svo búið að vera mikil sveltistefna í kerfunum, bara frá því bara eftir hrun eða fyrir hrun, miklu lengur. Að þá þetta eru stofnarnar settar í það stöðu að þau þurfa að standast einhverja kröfur sem að er erfitt að standast og ásóknin miklu meiri og það hefur myndast ákveðin kúltúr í kerfunum okkar sem frávísunarkúltúrin sem bara, nei, þú passar ekki inn í bóksi mitt og þessi kúltúr hefur svolítið mér ekki búin að sjá hann alveg fara eins mikið í burtu og ég myndi vilja sjá það. Þú veist, þannig að þú kemur og ég menn þess að sögur, ég menn að þú ert þér gengur eitthvað, það er eitthvað sem er í gangi í þínu lífi sem að truflar þig í þínu lífi, hvort sem það er eitthvað líðan eða hugsanir eða hvað sem það er. Og þú er aðgengi að sálfræðingi hjá þínu heilsugæslu, þú býður í 5 vikur eftir því að fá tíma hjá heilsugæslulækni sem að skrifa upp á beðinum það að þú fáir að fara til sálfræðings, skilurðu, að því þú ert ekki neinu akutmáli, þú veist, þannig að þú þurft að bíða þennan tíma til að fá tíma hjá heilsugæslulækni svo hann geti skrifað upp á þetta. Þú býður þá í nokkra vikur viðbót eftir að fá inntöku viðtal við sálfræðinginn sem leggur fyrir því 500 próf og þú skrifar undir öll þessu próf og eitthvað svona skilurðu og þú býður í viku að 10 dagi viðbót og þá farið svarið nei, þú ert ekki nógu, þú passar ekki inn í boxið sem sálfræðiþjónustan í heilsugæslunni og allan þennan tíma ertu búin að þú veist, sofa illa eða þú veist, og þú ert búin að þú veist, jafnvel taka á marga veikinda í vinnunni eða þú veist, það er bara eitthvað sem er angrað í þínu lífi sem þú þarft bara einhverja aðstoð við að takast á við. Þú veist, það skiptir ekki máli hvað það er. En við líka setjum þetta... Og hvað áttu að gera þá? Þú setur 3 mánuði setna þá ertu bara 0 punkti og ég er bara 0 punkti og þú veist, og í raun og veru hugsanlega hefur þá þín þunglindi eða þú veist, að þín kvíða eða bara þín vangeta til að takast á við lífið og það er farið að hafa áhrif hvernig þú hegðar þér á heimilinu og börnunum er farin að finna æskilur. Ég meina þú veist, allt þetta og ég meina ég get alveg sett mig í þessu spor og ég geti hafa lent þarna, skilur hvað ég meina? Ég held að við getum það nefnilega öll. En sko, það sem ég langar að segja... Hjónaband er komið í vanda á þessum 3 mánuðum, æskilur hvað ég meina? Við höfum líka farið frá, það er eitt sem við þurfum líka að horfast í augu við. Þess vegna er ég að tala um notendur og allt þetta. Það er, við höfum fjarlægst í rauninni mjög margt sem að við gerðum, við leistum sem manneskjur. Við höfum alltaf leist ákveðin lífið er brekka og upp og niður og allt þetta. Við höfum svolítið svona, þú veist, við erum búin að stofnanavæða svo margt. Við erum búin að stofnanavæða sko barnaskuna mörguleiti. Og svo erum við búin að stofnanavæða ellina og búin að stofnanavæða við erum svo fljóta að segja, ég er svona, ég þarf að fara til sálfræðings, eða ég er svona, ég þarf að fara til geðlæknis, eða ég er svona, ég þarf að fara. Við erum svo mikið að leita að því við erum alveg búin að missa tenginguna við, þú veist, lífið, svolítið samfélagið og það er ekki að líta úr neinum vanda því vandinn þróast oft í það að verða bara mjög erfiður og flókin og bara, en við náum ekki að því það er. Þú veist, eins og þetta þegar maður er með litlu krakkana sína, þú veist, mamma mér er með höfuðverk að fáðu vatn, þú veist, ég er hás, fáðu vatn. Þetta er svona, þú veist, þetta er þetta sem maður notar svona bara fáðu vatn, bara, þú veist, ef ég myndi missa löppina, sagði dóttir mín, þá bara myndir þú segja fáðu vatn. Og en það er samt sko ákveðin, þú veist, og ég er ekki að tala fyrir ykkur svona segliskjaftaði eitthvað svona, það er ekki það. Nei, þetta er samt svona ákveðin svona, við breyttum okkur í þetta, en það sjáum við akkur er félagsþjónustan svona stór. Akkur allt í einu, þú veist, ég er lítill á einu stað og fluttið svo upp í Reykjavík og fluttið úr hérna og fór upp í Breiðholt líka, voru 2 staðir. Þú veist, svona bara eitthvað 2 miðstöðar. Nú er þetta sko, við erum með ótrúlega stórt bákn og það eru ótrúlega langur biðlisti, hefur aldrei verið jafn langur og hann er alltaf á hverju ári hefur hann aldrei verið jafn langur og allir þessi staðir, við erum bara þetta blæs allt út og mér spyrir sig, er ekki eitthvað svona samfélagsgerðinni sem gera það verkum og það er, þú veist, þessi brjálaða samkeppni okkar, þessi brjálaða svona græðgispæling peningahugsun einhvern veginn, allt er markaðsvætt og allt er sett á altari markaðarins og sérstaklega heilsan okkar, hún er sett í rauninni ekki heilsan heldur, það er eitthvað að þér, það er alltaf einhvern veginn undirlíkjandi eitthvað að manni, maður er feitur og maður er með kvef og maður er eitthvað þunglindur og maður er dapur og svona og það er alltaf eitthvað lausn og hún er vilt til sölu. Þetta er hluti sem ég held að þetta er miklu dýpra og erfiðara en það gæti jafnvel haft áhrif á eitthvað þessum biðlistum við myndum fara til okkur annað sko. Og ég held til dæmis eins og með börnun okkar. Þú veist, það að við séum búin að setja, það er búin að setja nöfn á svo margt og svo er eitthvað svona, já, þarna er eitthvað vandi og þá bara svona
taka kennarar, allir, þú veist, hendur upp bara, nei, það verður sérfræðingarnir að sjá þetta, skiljiði. Og þú veist, og við hefum stundum notað þetta eins og Gagst Bergin, þú veist, þegar við hefum verið að tala um fólk þú veist, þegar að tala sjálfsvíks hugsanir eða eitthvað slíkt. Ég meina, við fá það mjög margir. Það fá það mjög margir einhverja hugmyndir kannski verður betri væri ekki. Það er þannig. Og það er ekkert í sjálfu sér neitt mjög óæðilegt við það. En þá þarf maður eitthvað sem bara getur þó bara tekið á mótum manni og bara sýnt manni hlýju og sagt bara já, þetta er bara eðlilegt og skilurðu. Og stundum, við þurfum ekki að hlaupa upp til hand og fóta yfir öllu. Og mér finnst pingulítið að við sem alltaf að hlaupa upp á hand og fóta, það er eitthvað vandi, við erum að leysa þetta og þá erum við að búa til eitthvað kerfi kringum það, þegar þarf í sjálfu sér ekkert annað en kannski bara eitthvað mannlegt og við þurfum kannski bara að vera fleiri, það þurfa þá að vera fleiri kennarar í kennslustofinni og þeir séu valdefndir í því að koma til mótsvið og sinna þessum krökkum á þessu leveli að eiga þetta samtal, segja þú veist, byggja þau upp, þú stendur þau vel, þú veist, finna styrkleikana þeirra, hvar sem þeir eru, skilur allt þetta í staðin fyrir að mannleg nálgun. Já, og þessi bara, þú veist, bara það getur bara hort í augu við barn og átt bara fallegt samtalið eða einhverja tengingu. Og það er þetta líka... Ég meina rannsóknir sína, þú veist, eins og í trámakerf, ef ég lendi miklu tráma og er kannski í erfiðum aðstæðum heima fyrir, ef það er kennari sem trúir á mig, til dæmis, eða manneskja sem vinnur á ganginum eða íþrótta, eða nágrunn eða amma, þú veist, það hjálpa mér svo mikið til að takast á við þessa erfiðleika. Við erum ekki alltaf að leysa allt. Þessi bandamenn. Og við þurfum að fjölga þessum bandamennum. Og það er líka þetta og þetta eru þetta, þú veist, svo er þetta bara líka, þú veist, bara öll heimili, þetta eru fjölskyldunar, við þurfum öll einhvern veginn átt okkur á því að lífið er flókið og erfitt og svona og við þurfum að vera í tengingu, við þurfum að líka átt okkur á því hvað er mikilvægast og samfélagið þetta við viljum, þú veist, þegar maður sér, þú veist, foreldra sem maður skilur þá, en þau eru við ráðhúsið að mótmæla, þau fá ekki pláss þegar barnið er einsás, einhver staðar eða eitthvað, sem eru þetta, ég skil þú vel, þau get ekki rekið sig, þau geta það ekki, en þú ættu þetta að vera berast fyrir, ég vil vera lengur með barninu mínu. Það ætti að vera baráttan. Það er rauninni, þú veist, sýnir rauninni hvað við setjum þetta á hvolf í rauninni hlutverk okkar. Þarna þurfum við að breyta og setja hvað á að vera efst, hverju þú að berjast fyrir og hvaða sem við þurfum að læra mest og þú veist eins og það, þú átt von á barni, hvað er í gangi þann tíma, þú veist, akkur þar á að vera inputið, þar á að vera stóri, þar á að skoða og skima og hjálpa og styðja, sko, þannig að maður skilji vit, já, þessi manneskja hérna, hún kemur og svona, þú veist, það er gott að styðja hana svolítið. Í staðins að við bíða bara og vita ekkert og vona bara að því við sjáum það, ég vann í 3 ár á félagsþjónustunni og ég vann í Danmörku í 2 ár á félagsþjónustunni og mjög erfiðum málum, en ég var líka í barnavernd og horfði þá á, þú veist, við erum að bregða 10 ára barni, það er bara svo seint. Þú veist, eitthvað sem við hefðum bara kynst þessari fjölskyldu þegar hún var, þú veist, þetta var að byrja bara þegar fólki var einhvers staðar að ganga með barn og skilja þetta, að því við vorum einu sinni í húsum og 3 hæðum, þar sem að var eldri kynslóð sem töluðu við okkur, það var ekki allt óheilbrigt, sumt að var þetta sikk og ruglað, en það voru skilaboð sem voru, þú veist, svona gerum við og svona maður lærir að þessu, en núna erum við bara ein við því við verðum samkvæmt öllu að vera í ykkur íbúð einhver staðar og við þekkjum engan og tölum ekki við neitt, við læsum gamla dag, þú veist, það var bara labbað inn. Þetta eru hlutir og ég ekkert að tala um að gamla dag hefur verið gott, þetta er bara þarna þetta fór og það kom ekki til staðinn. Já, kom ekki til staðinn. Og þetta eru stóru málin í mínum huga í öllu svona heilbrigði. Það er reyndar alveg magnað að það er svo oft sem að ég fæ fólk, alveg saman hvað við erum að tala um, þá er lendingin alltaf þessi að við söknum öll samfélags. Já, og það er samfélag sko, sem að, og við erum einhvern veginn, held ég ansi mörg að svona vakna upp við það akkurat að við erum orðið svo einangruð og að það er einhvern veginn, það virðast einhvern veginn öll sundlókuð en við erum samt sem áður, öll að hugsa þetta sama. Þannig að ég held að þetta sé... Við erum að byrja því að banna plus 60 byggingar. Já. Hugsum þetta, hverju erum við að hugsa þannig? Hverju hugsa við ekki saman? Hverju því, og þegar við erum 60 ára þá ætlum við að búa einn með öllum hinum sem eru 60 ára. Hverju? Hverju vil ég ekki búa það sem er ungt fólk? Hverju vil ég ekki búa það sem eru lítil börn? Hverju á ég ekki að vera þar? Akkur á ég að einangra mig þarna, þú veist, þetta er hugmyndin sem við teljum, og okkur er selt þessi hugmynd.
Þetta er svona eins og í arabískum samfélögum og ekki bara arabískum bara í Miðjarðarhafi, Grikklandi Torkin ég er alveg upp hjá og hafa mikið það sem þykir bara mjög eðlilegt að hafa bara alla fjölskylduna saman bara í sömu götu eða sama húsi hvernig sem það er og ég meina við ættum nú að hafa alla burði til þess að bara valdefla fólk í að halda sambandi við sína nánustu og hafa þau bara nálægt. Já, ég meina ég var alveg með ömmu Sigurþóru upp á lofti sko og hún var ekkert sérstaklega heilbrigð kona á margan hátt en hún kendi mér alveg gríðarlega margt og tengdi mig við fjölskyldur mína og allt saman og við tengdust mjög sterkum böndum þannig að ég held að það er eitthvað sem að gefa manni og ég vilja gefa börnunum mínu það að tengjast ömmu sinum á höfum eins mikið og hægt þetta er svo mikilvægt þetta er bara að vera hluta einhvern veginn einhverju samfélagi það er skattaafsláttur í Noregi fyrir svona kynslóðabyggingar þú býr til það sem er skipulagt þannig að það búi saman kynslóður það er góð hugmynd og því að það er og þú hugsaðu það er bara meikar svo mikið sens en við erum sko því að hitt er þetta þú missir, það eru tengslarófið sem er eiginlega bara við erum að sækja í tengslaróf einhvern veginn og það er ekki bara fyrir börnin heldur fyrir okkur líka þú veist að vera bara í tengslum við fólk eins og þú ert að tala um þetta samfélags svona og það er alveg skiljanlegt þegar maður ræðir mitt við fólk sem kemur frá Mið-Austurlöndum og lengra í önnur samfélag það sem er annað gildismat og við getum svo sagt að við höfum kannski líka annað gildismat sem þetta væri góður svona merger þetta er því sama það góða sem við höfum en þessi góðu gildi sem að koma og það sem þú setur ákveðna hluti á oddinn og eru bara mikilvægastir allra hluta og það er þetta einhvern veginn það er ábyrgð að búa í samfélagi og það þýðir að það er að taka ábyrgð og næsta manni stundum þó það sé óþægilegt fyrir mann sjálfan ég ætla kannski að spyrja þér lókum bara ég veit að þú þarft að hlaupa Grímur, þú gerir það bara ef þú ert alveg komin á klukkunni, hún er að verða korter í ég kveð ykkur krakkar gaman, þetta var dásalegt spjall en ég ætla bara aðeins að fá að spyrja þig með þessa óánægju sem að koma upp þannig að það voru nú sagðar aðeins fréttir af því að íbúar á Seltjarnarnesi ég meina þau eru mörgum brá þegar þau lásu fréttum að þarna væri maður í öryggisvistun og það kannski fylgdi ekkert sögunu hans vegna hvers vegna og hver hann var í rauninni eða hvort af honum stafaði eitthvað sérstök hætta eða ekki en hefur verið eitthvað samtali við íbúana hann í bænum eða hefur heyrt eitthvað af þessu? Ég nefnilega heyrði eiginlega ekkert af þessu. Nei. Þannig að ég hef átt samtal við bæstjóra og við þá aðilega sem koma að þessu máli og mér skildist að það hefði nú bara verið náðist að fólk svona róaðist með þetta og þetta kom þetta, það voru nú einhverju sem voru hræddir og mér skildist að viðkomandi aðili sé að flytja bara næstu dögum aftur, þannig að það sé búið að finna viðeigandi eða sem betri stað fyrir þann aðila þess að nátti bara eins og Grímur sagði, hún var engin greiði gerður að vera bæði, þú veist, á öðrum aldri og ekki réttur þannig að þetta var ekki góð lausn en sko mér skilst að það sé ekkert neitt gríðarlegur ólganeitt á nesinu út af þessu sko og ég held að við en það hefur ekkert komið upp á og ekkert sem að engin atvik hafa gerst. Nei, það komið þetta öllum óvart. Þannig að það er ekkert sem að ég hef orðið vör við, ég hef kannski, ekki beint sko. Nei. En ég er vongóð bara að þessi menn sem þarna hafa búið í upp undir 40 ár fái nú bara eitthvað góða þeir ná að skapa sér heimili þá annars staðar og fá þá ennþá meiri tengsl við bæinn. Getur þú sagt okkur hvort að það standi til að verði í sveitafélaginu eða? Í sveitafélaginu er þetta að bera ábyrgð á þeim sem þar búa, þeir eiga þannig lögheimili á átt svo lengi þannig að það er okkar að finna út úr því að þeir kjósa að búa áfram í sveitafélaginu bara algjörlega og það er verið að vinna í því. Þú veist, það er ekki komin neinn niðurstaða í sjálfu sér en bara vonandi fer það vel. Ég er vongóð eftir samtöl dagsins sem ég hef átt.
Það er bara frábært. Þannig að það eru svona, já, það er að rætast úr þessu gamla, já, þetta er, hvað ég var að kalla þetta? Þetta er svona húsið sem gleymdist. Þetta er húsið sem gleymdist, já. Akkurat, Sigurþóra Bergsdóttir. Þakka kærlega fyrir að vera hérna með okkur í dag og við þökkum Grími Atlasinni sem að hljóp aðeins á undan út en tók ég við því að það er meira hér handa við örstuð skilaboð. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.